Hingað komin Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, stjórnsýslufræðingur. Sæl vertu, Sigurbjörg. Við ætlum að ræða aðeins stjórnsýsluna hérna og þetta kerfi okkar og hvernig það einhvern veginn að ráða við þennan vanda. Við tölum nú saman svipað efni hérna í fyrra eða hérna á síðasta misseri og nú náttúrulega ljóst að það gigantískur vandi og einhvern veginn hefur maður tilfinninguna stjórnkerfi hérna stjórnsýslan séu býsna vanbúin til að fást við þetta allt. Já, það svona hvort að maður á að gefa henni svona skoðun, hvort hún er fit for praxis eins og maður segir, eða hvort að hún ráði við þau viðfangsefni sem við erum framundan. Við erum búin að hafa alveg heilt ár núna og fólk undrast mjög að ekki séu komnar meiri breytingar eða ákveðnar umbætur sem að til stóð eða hefur verið kallað mikið eftir í stjórnsýslunni. Og það kemur nú bara, við erum það frá á Akureyri núna áðan að það kemur nú í ljós í hruninu og eftir hrunið að ég held að flestir séu komnir á þá skoðun að ríkið hafi brugðist almenningi, að stjórnvöld hafi brugðist almenningi í landinu í aðdragandanum af hruninu. Og eftir sitjum við með þetta, traustið á stjórnmálamönnum og stofnunum samfélagsins í algjöru lágmarki og trúverðugleiki stjórnsýslunar, hann er nánast enginn. Og trúverðugleiki, fólk treystir ekki stjórnsýslunni og það er svakalegt að horfa fram á það núna þegar við eigum að fara að takast á við svakalega brekku framundan sem felst í þessu mikla niðurskurði og að því að þetta er niðurskurður sem er ekki bara í 1 ár, þetta er niðurskurður sem er á áætlun næstu 3 til 4 árin og þetta heitir bara í ensku downsizing, þetta er samdráttur, það er bara verið að skeila niður kerfið og það velferðarkerfið og svona þessi vandi sem að stjórnsýslan hefur við að glíma hún á sér langa sögu og við erum búin að heyra það ábyggilega 20 ár þessa möntru, báknið burt með alla fitu, út með möppudýrin og það hefur verið markvisst grafið undan starfsfólki innan stjórnsýslunar að það sé nú ekki þarna svona til þess að gæta hags almennings, að það sé ekki til neitt sem heitir svona altruismi eða það að hafa sérstakann áhuga á því að undirbúa ákvarðanir í okkar sameiginlegu málum vel. Þetta kom Páll Skúlason hér í viðtalum daginn og telti á móti okkur þetta þykja vænt ríkið. Já, þetta er svona svolítið í handa hans sem ég er að benda á þetta. Og svo heyrum við það að þarna inni er lélegasta fólkið í stjórnsýslunni. Lélegasta fólkið, það er fólkið sem einkageirinn vildi ekki. Og það er svo lélegt að einn þingmaður hefur látið það orðfalla að það sé hratið sem satt eftir. Síðan er þessi stjórnsýsla búin að búa við það í fleiri ár að það eru pólitískar ráðningar og ættingja og einkavinavæðing á svona helstu stöðum og áhrifastöðum innan stjórnsýslunar. Og þetta er sem búin að búa við í mörg ár og við erum ennþá með töluvert mikið af fólki innan stjórnsýslunar þannig sem er æviráðið og er ekki hægt að flytja til og ég verð nú að segja það ef að krónan ef að hún hefur verið töluð niður greið þá er ég þeirra skoðunar að þessi stjórnsýsla hún hefur bókstaflega verið lamin niður en það gefur það svolítið augaleið vegna þess að við höfum búið við stjórnarfar eða stefnu, hugmyndafræði sem gerir ekki ráð fyrir mjög virkri stjórnsýslu. Við erum búin að búa við þetta laissez-faire í stefnumótuninni og hands-off í framkvæmd og svona virk og öflug, sterk stjórnsýsla, hún fellur ekki neitt mjög vel að svoleiði stjórnarfari og hvað þá að hafa virkt og öflugt eftirlit þegar mann vilja svona light touch í eftirlitinu. Já, en svona getum við talað að menn hafa talað nepotisma í þessu frændigli, vinahygli, króníisma í þessu, hefur þetta verið einkennandi í stjórnsýslunni? Já, þetta er mjög einkennandi í stjórnsýslunni hér á Íslandi og það sem er vandamáli líka er það að þegar sverfur þegar erfiðleikar inn þá verður þetta miklu erfiðara vegna þess að okkur gengur mjög illa að stjórna í nándinni. Fámennið er þess eðlis að nálægðin, persónuleg nálægð er svo mikil og við skiljum ekki mjög mikið á milli persónu og þess starfs og þessa ábyrgðar sem hún hefur í opinberu starfi. Þannig að þegar þú ætlar að fara að hafa eftirlit með starfsfólki þá verður þetta mjög erfitt og sérstaklega þegar er okkur náinn tengsl. En þú sér það inn í svona stjórnarfar, það sem er svona small government sem er línan, þá er yfirleitt ráðið inn fólk sem helst á að gæta þess að gera sem minnst.
vegna þess að það fellur að megin línunni. Og þess vegna erum við með stjórnsýslu sem hefur ekki, sem hefur ekki ekki þjálfuð til að hafa frumkvæði. Og ég man eftir því ég byrjaði upp í heilbrigðisráðuneyti, þá var sagt svona ósköp gáðlega við mig, manneskja sem búið starf í mörg ár. Bara svona að segja það Sigurbjörg, sko, það aðeins pláss fyrir einn leiðtoga inn í ráðuneytum og það yfirleitt ráðherra. En þú minnir að það hafi verið grafið undan stjórnsýslunni hérna í Stórum stíl? Já, alveg tvímælalaust. Vegna þess að það var ekki ætlunin, það var ekki meiningin að hafa öfluga stjórnsýslu. Af því það fellur ekki að þessari línu með laissez-faire. En hvernig tökum við þó á öllum þessum hagsmunatengslum og því að hvað menn, þessu smákóngaveldi og svo því hvað menn eru tregir til að láta upplýsingar og svona, við erum með þetta allt. Ég hef smá áhyggjur af þessu mikla ákalli gegnsæi stjórnsýslunni og bara allt upp á borðum. Þú trúst aðeins ekki þetta miskunnarlausa gegnsæi? Nei, vegna þess að ég held að þessi, við þurfum að bera virðingu fyrir starfsemi stjórnsýsluna. Það eru ýmis mál sem þurfa að fá frið til þess að vinnast og auðvitað við höfum upplýsingalögin og við höfum stjórnsýslulögin og stjórnsýslulögin þau væri hvorki fugl né fiskur ef við hefðum ekki haft umboðsmann Alþingis og við veitum það nú að það hefur gerð tilraun til að grafa undan störfum umboðsmanns, við bara minnum hérna hvað fjármálaráðherra sagði í undanfara skýrslu eða álit sem að hann þurfti að svara til umboðsmanns. Ég verð að segja það að þegar ég heyrði það ég ætlaði að trúa mínum eigin augum vegna þess að mínu eigin eyrum vegna þess að ef að svona yfirlýsing hefði verið gefin af ráðherra í ríkisstjórn að máttarstoðum lýðræðislegra vinnubragða í stjórnsýslunni erlendis, hann hefði verið látið fara samstundis, en þetta látið viðgangast og það alveg aldeilis ótrúlegt hvað þessi stjórnsýsla hefur mátt búa við. Það nú líka dæmi frægt símtal frá forsætisráðherra til umboðsmanns Alþingis, það nú dálítið lengri í fortíðinni. Já, en í það mesta, það þetta landslag sem núna tilburðir ríkisstjórnunar er að koma inn að bæta og koma stjórnsýsluumbætur og ég ætla nú bara að vísa í þessar siðareglur sem að ég held að sé mjög þarft og gott verkefni og mér sýnist svona á öllu, þetta er vel unnið plagg og en ég held að koma aldrei tíma geta staðið vitt út af fyrir sig. Nei. Það þarf leiðsögn og innleiðingu utanaðkomandi aðila, rétt álíka og stjórnsýslulögin. Og þetta þekkir maður vel stjórnsýslum annarra ríkja að það eru flestar svona siðar stjórnsýslu komna með svona code of conduct siðareglu fyrir stjórnsýsluna. Nú það annað sem ríkisstjórnin að gera sem að svona lofa góðu, það það að sameina ráðuneyti og það með styrkja stefnumótunina. En ég svona skeptik í svona málum vegna þess að mér líst vel á þessar breytingar. En það ekki bara spurning hvað gert. Þetta líka spurning hvernig staðið að því. Það hægt að glutra niður góðum málum á örskotsstund. Já. Og ég hef verið að segja það að, þetta mjög mikilvægt að fara að taka á þessum málum. Þetta eru mjög erfið verkefni framundan og ég held að þau eru þess eðlis að ráðherrar geti ekki haldið bara uppteknum hætti eins og ár eftir ár og setið niður í þingi og staklaðum einstaka fjárlagaliði við ykkur á þingmenn utan á landi. Skilurðu, það bara, það blasir allt annað landslag við núna. Já. Þannig að núna þurfum við að styrkja það sem við höfum og við þurfum að tryggja það að það sé hægt að vinna okkur að varna sigra í þessari stöðu. Sáttmálin á milli stjórnvalda og almennings í landinu, samfélagssáttmálin. Og núna mega stjórnvöld alls ekki bregðast almenningi eins og þau brugðust í aðdraganda hruninu. Nei. Og ég segi þá, ég hef oft sagt að hérna fyrir rúmi ári síðan að þá voru sett neyðarlög til þess að bjarga bankakerfinu. Mér finnst að við ættum að hugsa það alvarlega og ríkisstjórnin ætti að hugsa það alvarlega. Það setur manni kvíða ef að þessi ríkisstjórn fer frá og hefst eitthvað óstöðuleika tímabil að það komist aldrei neinn skikk á stjórnsýslun okkar. Að við fáum aldrei góða, öfluga stjórnsýslu til að hlúa að okkar málum og undirbúa okkar sameiginlegu ákvarðanir vel. Mér finnst full ástæða til þess að ný neyðarlög og þá núna til að bjarga stjórnkerfinu. Þú meinar að þessi í slíkri krísu? Já, mér finnst að það þarf að vera heildstæð nálgun á stjórnsýsluna. Við erum að sameina fullt af ráðuneytum hérna og það í miðri brekku. Ég ætla ekki að nota hérna út í miðri á, en við erum í miðri brekku. En við erum bara að sameina hér ráðuneyti og það umtalsvert verk. Og ég tel það gott vegna þess að það dregur úr áhrifum sérhagsmuna. En það sem að svona ángríns, þá finnst mér ekkert fráleitt að setja skilanefnd yfir stjórnsýsluna.
og þessi skilanefnd, henni verður fengið það hlutverk að gera gagngerða úttekt á heildarmynd stjórnsýslunnar og svari spurningum kröfuhafa sem er þjóðin. Hvernig stjórnsýslu viljum við hafa? En menn hafa náttúrulega ekkert pælt í þessu hérna. Nei. Ekki nokkuð skapandi. Við höfum náttúrulega ráðuneyti sem hafa nánast verið eins og þjónustustofnunir bara fyrir sumar greinar. Sko. Já, meina almenningu veit ekki eins og hvernig ráðuneyti vinna. Þau veit ekki hvað fólk að gera þannig. Nei. Og til hvers þeirra eru. Það er nýtt fyrir fólk að heyra að tala stjórnsýslu. Þeir byrjum við að hvað er það? En svo heyrum við svona hugmyndir eins og það að ráðherrar eigi að koma með ráðuneytisstjórana með sér sem þýðir að gera hana ennþá pólitískari heldur hún er. Og það verið að vísa til eitthvað sko í Skandinavíu og það hefur nú stundum verið að vísa til Skandinavíu áður og ég man það nú, við munum það nú viðskiptaráð að vera að vísa til Skandinavíu og þá áttum við alls ekki að vera að bera okkur saman með þá vegna þess að við vorum svo miklu framar en ég held að í þessum öllum þá getum við ekki búið okkur saman við Norðurlöndin vegna þess að við, sko íslenska lýðræðið er svo skammt á veg komin á miðað við lýðræðið á Norðurlöndunum. Við þurfum öðruvísi stjórnsýslu og ég segi eins og Páll Skúlason, það þarf hvert og eitt ríki að skoða og svara fyrir sig sjálft hvers konar stjórnsýslu viljum við og hvers konar stjórnsýslu getum við komið upp. Það er annar þáttur sem er í þessu og það er bara aktív breyta, það er fámennið og við verðum að taka tillit til þess að við ætlum að fara að gera stjórnsýsluna núna pólitískari. Hvað hefur við þá að gera við alla þessa fyrirverandi ráðuneytisstjóra og hvað hefur við þá að gera menn eru stundum vandræði með fyrirverandi aðstofamenn. Þetta verður bara eilíf vandræði og við getum ekki leyst þetta með því að gera okkar stjórnsýslu pólitískari. Hún verður að vera faglegri og hún verður að vera stabíl og þess vegna segi ég bara í öllum bænum reynið að koma skilanefndinni á sem strax og tryggiði það að sú vinna haldi stöðu, burt sér frá því hvaða ríkisstjórnin koma eða fara. Og þetta er bara ákvörðun sem, þetta er nefnd sem Alþingi þyrfti helst að skipa. Við verðum að fá góða stjórnsýslu hérna sem heldur utanum þessa faglegu vinnu sem þarf að eiga sér staði í aðdraganda ákvarðanatöku. Já, nú hefur, ég held að fólk hafa á tilfinningu svona í sambandi við þennan niðurskurð að þetta sé bara, þannig hérna sé í gangi eitthvað svona geimin í ríkiskerfinu þar sem að ríkiskerfið vill helst ekki skera niður hjá sér og svo séu ykkur í forstjórar að býtast peningana og svona og þetta er náttúrulega allt fjarskalega ógegnsætt og fjarskalega eitthvað ruglingslegt. Það er það og það er sko, við höfum ekki staðið frammi fyrir svona áður, sko að þessar stærðargráðu og mér sýnist að það séu ekki til sko svo kunnátta inn í kerfinu að vera með skipulagða áhættugreiningu eða áhættumat á því hvernig förum við inn í svona sko samdrátt án þess að það skaði eða hafi allt of miklar áhættur í för með sér til dæmis fyrir sjúklinga. Ég hef til dæmis bent á það fyrir nokkuð löngu síðan að eftirliti er mjög ábótavant inn í heilbrigðisþjónustunni. Ég hef verið að benda á það að staða sjúklinga og landsmanna gagnvart heilbrigðisþjónustunni, hún er ekki nægilega vel tryggð hjá landlækni. Það er allt og margir starfshættir þar ennþá inni í fyrsta lagi og í öðru lagi hún er hluti, landlæknisembættið er hluti af framkvæmdinni. Þetta þarf að fara út og þetta var rætt þegar við erum að endurskoða lögin landlækni. En það er nákvæmlega svona, veik stjórnsýsla, hún hefur ekki þróað mikinn skilning og næmni á það hvaða verk þetta er að vera saman og hvaða verk þetta þarf að aðgreina. Og þetta er mjög nauðsynlegt, jafnvel þó við séum fá og það er kannski einmitt vegna þess að við erum fá. Og þetta svona valdmörk og mótvægi að skýra og skilgreina ýmsa þætti, það gerir stjórnsýsluna gegnsærri. Þannig að við séum ekki bara með svona eitthvað kerfi smákóng embættismanna þannig að þeir sterkustu og frekustu þeir ráða. Já, ég heyri það einmitt á spurningunum þínu, sko, það er nákvæmlega sama hugmynd sem fólk hefur almennt þetta. Það sér ekkert að í gegnum þetta, sko, þetta graðar. Já, af því það er einhvern veginn ekki alveg nægilegt skikk á þessu, það er ekki nægilega mikil aðskilnaður um ólíku verkþáttum sem verður að vera aðskildir. Vegna þess að til dæmis í eftirliti það er mjög algengt þetta fyrirbæri og það gerðist einmitt í bankahruninu þetta svo kallaða regulatory capture það var komið svona mjög kósí samband á milli aðila eftirlitsaðila og þá sem eru á bönkunum en það voru það skólafélagar að fylgjast með skólafélögum sínum og í litlum stjórnsýslum það verða þannig að þetta eru skólafélagar að fylgja þeim sérhæðara sem eftirlitið er þeim sérhæðari sem málaflokkurinn er þá eru þetta kannski félagsráðgjafar að fylgjast með félagsráðgjöfum eða læknar að fylgjast með læknum og þetta eru skólafélagar eða klúbbfélagar og þetta er allstaðar í öllum stjórnsýslum, stórum sem smáum og þetta þurfum við að vera opið með og við þurfum að kunna stjórna í þessar nálægð
og við þurfum að vita af þessu og ef við neytum þessu og ef við afneytum því að það sé erfitt að vera fámenn, ef við höldum alltaf við það að við séum svo frábær að það er ekkert vandamál við það að vera fámenn, þá afneytum við þeim viðfangsefnum sem fylgja því að skipuleggja og stýra fámenni stjórnvíslu og fámennu ríki. Sigurbjörg, þakka þér fyrir að koma í þátt.